Já, góður hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á miðvikudagskvöldi. Í kvöld ætlum við að ræða kvennabaráttuna og kreppuna, hvaða áhrif kreppan hefur á kvennabaráttuna og hvaða áhrif kvennabaráttan kann að hafa á það samfélag sem að rís upp eftir kreppuna. Hingað eru komnar til mín meira og minna sömu konur og voru hérna fyrir viku síðan og það er ekki tilviljun að við erum með þær aftur hérna núna að þátturinn svona sló í gegn og fólk var að hvetja mig til þess að fá þær aftur, fannst mjög gaman að hlusta á þær að tala saman. Hérna eru Elsabet Ýr Atladóttir sem er sósíalískur feministi og aðgerðasinni, Hildur Lillendal Vigfúsdóttir, femínískur aktívisti, María Lilja Þrastardóttir Kemp sem er líka femínískur aktívisti, Steinunn Rögnvaldsdóttir kynjafræðingur og allt múlik femínískur aktívisti, Þorbera Fjölnisdóttir meðlimur í stýrihópi Kvennahreyfingar Öryrkjabandalagsins og Þórhildur Þorleifsdóttir leikstjóri og fyrrum þingkona Kvennalistans. Þær voru hérna í síðustu viku. Og feminist. Já, og feministi. Og hingað hefur bæst í hópinn Guðrún Ágústsdóttir sem er einn af stofnendur Rauðsokkarhreyfingarinnar eins og Gerður G sem var hérna hjá okkur í síðustu viku. Guðrún er fyrrum borgarfulltrúi og bara stjórnmálakona, hún hefur unnið víða í stjórnmálum og við ætlum að halda áfram samtalinu. Það er í gær, þá vorum við að ræða svona stjórnmálaástandið og það var svolítið svona blúsa samtal sem var hérna mikið vantraust á stjórnmálum og svona pælingar í því hvernig við gætum eiginlega endurvakið umræðu þar sem við getum verið saman að tala saman. Svona hugmyndum að þetta væri komið í þrot og umræðan tengdi svolítið inn á það að hvað stjórnmál væru persónulega og skipti máli svona hvað kynslóð við erum og hvernig við upplifum stjórnmálin. Þannig að mér langaði svolítið að byrja á því að labba hringinn og spurja ykkur svona hvað, ef við getum bara leyft okkur að fylgjast með því, sko, hvað vakti á ykkar á pólitík og samfélagsmálum og þar með feminisma eða öfugt. Og ég má kannski byrja á þér, Elsabet, hvað kveikti í þér að verða feminist? Sko, hjá mér þá var þetta ekkert svona einföld vakning í rauninni. Þetta tók rosalega langan tíma fyrir mig að vakna til pólitíkur. Ég var svona unglingur sem að fann sko bara svona það að vera alveg sama var rosalega edgy og cool og pólitík það þýddi þá að ég þurfti að sýna áhuga á einhverju. En ég var í svolítið svona þannig feeling þegar ég var yngri að það væri mjög mikilvægt að vera svona yfir þetta hafinn allt saman. Þannig að ég var hvorki feministi, né á neitt hátt pólitískt meðvituð og fannst það bara rosalega töff, sko. Svo svona fór það smátt og smátt að gerast að ég fór að svona fylgjast aðeins betur með sem að kom svolítið svona með samfélagsmiðlum í rauninni. Ég er að verða 32 ára gömul og samfélagsmiðlar svona komu svona til söguna þegar ég var frekar ung. En ég fór allt í að fylgjast með þessu og fór þá að taka eftir ýmislegu og fann þá að mér var ekkert alveg sama og mér gat ekkert verið alveg sama. Þannig að á margan hátt þá vaknaði ég til feminisma sérstaklega í gegnum aðgerðarsinna og sérstaklega þá eina af okkar konum hér, Hildur Liljendal, sem að kom með albúmið Karlar sem hata konur sem gerði það að verkum að ég allt í einu, þetta var svona eins og sprengja. Þar sem að ég sá, viðbrögð samfélagsins við þessu ofboðslega þessari einfalda hugmynd fannst mér. Bara setja fram, hérna er það sem er að gerast og bara setja það fram eins og það var. Og það var allt brjálað og það var eins og bara ég vaknaði til lífsins einhvern veginn. Bara þetta er vandamáli sem við erum að horfa á. Og þar í rauninni svona fór ég alvarlega að sökkva mér ofan í, hvað er feminismi og hvað þýðir það að vera feministi og fór ég mitt að tengja bara mína reynslu við það sem aðrar konur voru að tala um. Og það er í rauninni í gegnum feminisma sem ég var svo sósíalisti, þótt að ég var alltaf vinstri sinnuð svona að mörgu leyti, fjölskylda mín er vinstri sinnuð, en feminismi og sósíalismi bara einhvern veginn smellpössuðu saman fyrir mér.
Þannig að feminismi, það fyrsta sem vakti mig til pólitískrar svona, og þú veist, auðvitað allt sem við gerum pólitískt, svona pólitískrar svona meðvitundar, var þessi feminismi og úr því kom bara þessi risastóra réttlætiskennd sem að færði mig svo yfir í frekari pólitík. Þannig að já, þetta var ekki stutt ferli. Þetta var ansi langt og strembið oft á tímum. En já, þessum konum hér mikið að þakka. Takk fyrir þetta. Steinunn, af hverju ert þú feministi? Steinunn heyrir ekki í mér. Það hefur eitthvað gerst, þannig að þá fá ég bara að flytja mig yfir og spyr bara Maríu, Lilju Þrastardóttur, af hverju ert þú feministi? Sko, ég man ekki alveg beint eftir mómentinu þar sem að ég fekk eitthvað svona, ég er orðin rosa feministi. Ég náttúrulega er alin upp á frekar pólitísku heimili og mamma verkakona og pabbi iðnaðarmaður og þú veist, þau eru svona venjuleg fjölskylda, þau með 3 börn og það var ekkert alltaf auðvelt og þau eru miklir kommar sjálf, þannig að og þetta einhvern veginn virðist flúta svona ágætlega saman, þessi vinstri pólitík og feminismin, en ég held að svona kannski fyrir mig sjálfa hafi ég svona vaknað til umhugsunar feminisma þegar ég var að, þú veist, vaxa og þroskast og ég fór að reka mig á hluti eins og bara það að fá brjóst og mjaðmir gerði líkamann minn allt í einu að eitthvað svona almannaeign, sko, og það mátti allt í einu koma við mig og það mátti allt í einu kommenta eða sem sagt á útlit mitt og svona skipta sér að því hvað ég væri að gera í rauninni. Þetta er rosalega skörp breyting. Þetta gerist rosalega hratt, þetta gerist yfir sumar og allt í einu fer maður úr því að vera bara krakki og svona frekar jafn og í það að vera ung kona og ég held að þetta sé svona já, þetta sem að hafi mótað mig svona í upphafi. Ok, Steinunn, heyrur þú í mér núna? Steinunn? Já. Heyrðu í mér? Má ég biðja þig að segja okkur hvernig þú vaknaði til pólitíska meðvitundar? Já, ef þið heyrið í mér. Ég var dálítið upptekin að kynjaðri verkaskiptingu bara inn á mínu svona heimili og í nærumhverfi. Ég er úr sveit sem sé og ég upplifði að það var ekki alveg sömu tækifæri fyrir mig út af kyni mínu og ekki alveg sama traust á getu minni og mér ekki alveg traust kannski fyrir öllu sem að strákum verið traust fyrir, bara sem krakka. Og það svona kannski ýtti boltanum á stað og svo bara gerðist þetta einhvern veginn þróast þetta ómeðvitað. Ég hafði náttúrulega óbúrslega Það er eitthvað slæmt samband við þig, Steinunn. Steinunn, það er svo slæmt samband við þig að ég ætla að biðja þig að bara fara út og koma inn aftur. Já, ok. Jæja. Ok, það. Hildur, þá gefum við bara bolta til þín. Fæddist þú feministi? Já, ég held það. Ég held ég hafi fæst feministi bæði vegna þess að mér er eðlislæg, sterk réttlætiskennd og svo er ég bara alin upp af feministum og alin upp við mjög rómantískar hugmyndir kvennaverkfall og áfram stelpur og ég þekki ekkert annað en kröfugöngu á 1. maí og að tárast yfir nallanum. Þetta var sko eitthvað sem ég fékk með móðurmjólkinni en líka tilengaði mér. Þetta talaði til mín. Þetta virkaði. Þú getur ekkert alið hvaða barn sem er á þessum hugmyndum þannig að það endist, en þetta gerði beint í hjartaðum og allt sem að ég fór að upplifa síðar staðfesti bara þessar hugmyndir sem ég hafði fengið með móðurmjólkinni. Og ég veit ekki, svo fer ég að stíga einhver svona skref bæði í sko
lokametrum grunnskólans þá fór ég svona svolítið að gera mig breiða og að benda á svona ýmis merki færivelda sem ég varð vör við hér og þar en hafiði aldrei neitt hljómgrunn og þetta var svona næstuði eins og eitthvað brandar meðal vinkonum minna. Hildur, hún svona kvenréttindakona, þið vitið. En ég var alltaf svona, það er engin leið fyrir mig út úr því. Ég hef aldrei átt útgönguleið. Það að vera sósíalisti og feministi er bara, liggur bara innst í minni náttúru. Einhvern veginn. Ok. Þorbera, hvað segirðu? Erst þú alveg upp á róttækjaheimili líka? Ég alveg upp á allaballaheimili. Og það var alveg svona, ég get eiginlega sagt mómentið hvenær ég var feministi og það var á Lækjartorgi í október 1975 þar sem ég var stödd með henni mömmu minni, þá var ég 13 ára og upplifa þessa samstöðu að ná kvennafrídeginum ef fólk áttu sig á því og þegar konur fóru í verkfall til að kalla það bara því sem það var og upplifa þessa samstöðu og þennan kraft og hvað var mikill hugur í konum, þetta var bara gjörsamlega magnað að upplifa þetta og líka þegar maður er á þessum aldri þá er maður tilfinningan allt svo opið og maður er svo móttækilegur fyrir öllu og þetta bara virkaði mjög sterkt á mig og mér fannst þetta svo sjálfsagt og sanngjarnt það sem það voru að tala að þær ættu bara að geta fara út á vinnumarkaðinn ef þær vildu og ættu að fá sömu tækifæri í þjóðfélaginu ef þær vildu og það væri ekki bara gert ráð fyrir að þær væru að sinna heimili og börnum, ekki það væri eitthvað að því, þær vildu bara hafa möguleikann á hinu og þetta fór bara beint inn í hjartað á mér og bara, ég held ég hafi bara orðið feministi þarna á torginu, þetta var mjög bara mögnuð upplifun fyrir mig. Og síðan bara... Já. Og svo bara náttúrulega, allar að segja eitthvað? Nei, ég er bara fyrir, ég hættu verið búin. Svo náttúrulega, ég er búin að vera fötluð frá fæðingu. Ég elst upp í samfélagi sem gerir ekki ráð fyrir þau sem eru fatlaðir. Ég er sem sagt elst upp og bara sem gallað inntak í samfélagi sem er fyrir þá sem eru ófatlaðir. Og það er ekki mikið sanngirni í því, það er ekki, það sem að því er hreyfihömluð þá náttúrulega er það aðgengismálin sem ég hef svona rekið mig mest á, tröppur alls þar og ég var með stöðugan aðgengiskvíða sem barn, hvort ég kæmist og hvort ég hefði handrið og hvernig myndi ganga fyrir mig, sem betur fer þá að búið að vera að reyna með handarbeiginlega að breyta hugsunarganginu mín síðustu ár og á þann veg að það er samfélagi sem sé gallað eða gerir ekki ráð fyrir öllum. Fötlun það er eðlilegt að vera fatlaður, það er bara eðlilegur hluti af mannlegu margbreytileika að það séu fatlaðir einstaklingar, það er bara eðlilegt. Það fæðast ekki öll börn ófötluð. Og margt fólk verður bara fatlað á lífsleiðinni vegna veikinda og slysa og þannig er bara lífið og við höfum bara að taka því sem eðlilegum hlut. Þannig að það verður svona breyta úr þessu læknisfræðilegu sýn yfir í svona þessa félagslegu sýn og fötlun, það var mikil frelsun að losna undan því að það er ekkert að mér, það er eitthvað að samfélaginu sem gerir ekki ráð fyrir okkur. Má klappa fyrir þér. Þetta er svo frábært sem þú ert að segja. Má ég spyrja því að þú vísar þarna í Lækjartorg. Er eitthvað sambærilegt sem þú manst eftir þegar þú áttar á því að þú sem fötluð kona eigir eiginlega sama rétt? Er það svona sambærilegu kraftbirtingar hljómur sem þú manst eftir í baráttu fatlaðra? Já, þetta er allt sem réttlætismál. Það er staða kvenna og að þær fá jöfn tækifæri og alveg við sem erum fötluð, við viljum líka fá jöfn tækifæri. Og svo þegar þú ert fötluð og þú ert kona, þá er þetta svona, þá er þetta eiginlega í tvöföldu minnihluta þannig. Og þannig að þetta er bara allt sem réttlætismál, er samfélagi fyrir alla, allir hafa jöfn tækifæri á að gera það fyrir öllum allstað, sama þú burt fyrir kyni eða líkamlega getu eða hvað.
síðan, þannig ég alveg upp svona í þessu andrúmslofti og þó ég sé hreyfa þá gekk ég einhvern tímann sem unglingur hluta af Keflavíkurgöngunni og svona, og ég er með svona aktivista hjarta. Ég hef alltaf svona bara að upplifa þessa samstöðu og þennan kraft, bara það gefur mér svo mikið bara, það gefur mér bara svo miklu orku bara í tilveruna. Og maður sé ekki einn heldur, við erum mörg saman og við erum svo sterk alltaf þegar við erum saman og þegar við tökum höndum saman og vinnum saman á hlutunum, það gefur svo miklu orku. Og síðan þegar ég tvítug þá byrja ég að starfa hjá Sjálfsbjörg og var hérna í svona æskulífsstarfi þar. Og síðan heyri ég að það sé verið að undirbúa stofnun kvennarhreyfingar hjá Öryrkjabandalaginu. Og Guðríður Ólafs Ólafíudóttir var svona að sprauta mig því að stofna þá hreyfingu. Og ég fór svona að kynna mig það og þar heyri ég til dæmis að lyf almennt eru miðuð við karlmenn og að læknisfræðilega niðurstöðu miðað við karlkyns líkama og karlmenn og það á ekki endilega sama við konur, til dæmis hjartaáfall hefur aðra birtingarmynd yfirleitt hjá konum en körlum og einhver sænska rannsókn sem sýndi það að sjúkrabíll var lengur á leiðinni ef að sjúklingurinn var kona og þetta náttúrulega kramdi mitt réttlætis hjarta þannig að ég vildi endilega starfa í kvennarhreyfingunni þarna í Öryrkjabandalaginu og er búin að gera það síðan hún var stofnuð 2005. Takk fyrir þetta. Steinun er komin aftur til okkar, ekki? Nei, hún er aftur út. Steinun það er eitthvað frost hjá henni. Já. Ég er bara að byrja hlustendur og ykkur sem sitja hérna hjá mér afsökun með þessu. Þetta er svona low. Er hún komin aftur? Ég veit það ekki. Er hún komin aftur? Nú átti ekki með hún. Hún er jafn óskilin. Já. Þetta er eitthvað þessi. Já. Eigum við að heyra þína sögu, Steinun? Áttu það? Já, heyriði mér. Já. Já, ok. Já, ef ég reynir bara að taka svona stóru línuna, þá var það kynjaverkaskipting sem svona fór að fara í taugunar á mér og svo fór hún aðeins meiri í taugunar á mér og svo bara valt boltinn áfram og ég hafði góðar sterkar kvenfyrirmyndir sem hjálpuðu mér svona á leiðinni en svo var það bara einhvern veginn alltaf þarna án þess að ég í rauninni, þú veist, ég held að allir aðrir hafi gert kannski meira úr því finnst mér eftir á heldur en sko ég var alveg eins og Hildur sagði kölluð svona kvenréttindakona eða rauðsokka í menntaskóla og sko, þú veist, ég þá og ég núna það er svo að bera saman, þú veist, þannig að það er bara rosalega mikill munur á, þú veist, hvernig ég hef farið í gegnum mína þróun sem feministi eða hvar ég var og hvar ég er í dag, en þetta var greinilega einhver svona vísir af þessu bara frá upphafi og ég held að þar hafi fyrirmyndir skipt mjög miklu máli eins og það er hérna að tala um. Jæja, Þórhildur, hvað vakti þig upp til pólitískar meðvitundar og sem kvenréttindakona? Já. Manstu það? Já, ég man það raunar ekki vegna þess að mér finnst ég alltaf hafa verið það. Þannig að það er ekkert svona augnablik neitt en sko, þú varst að tala um deyfðum pólitíki og náttúrulega er svona sem unglingur og ungkona, það eru afskaplega pólitíski tímar og mikið að vera í pólitík og hugmyndafræði, mikið að breytast og sko ég er alveg upp á heimili þar sem að mér datt aldrei annað í hug en að ég væri bara fullgild manneskja og hefði alveg sömu tækifæri og allir aðrir. En eins og margar ungar konur þá fór myndin aðeins að breytast þegar ég svona þegar heimilinu sleppti og ég fór að vera meira út í samfélaginu, þá fór maður að sjá ýmislegt sem að maður sættist ekki alveg við og ég það var ekkert að tala um þetta mikið heima hjá mér, það bara lá í loftinu og í framkominu við okkur systkinin og pappa og mamma og svona, þannig en þarna það var náttúrulega mikið sko, ég var mikið gekk margar Keflavíkurgöngur og fór á alla þá fundi og svo gekk ég í Alþýðubandalagið, reyndar norður á Akureyri og var send á landsfund Alþýðubandalagsins og þá einhvern veginn gerist það að ég hugsaði, nei, þetta er ekki fyrir mig.
og gekk úr Alþýðubandalaginu. Bara vörðum með spori, það vísið tók mig mörg ára að komast út, það var skaplega erfitt að komast út úr stjórnmálaflokkum. En þá einhvern veginn, sko, lýst ég yfir bæði fyrir sjálfum og aðra, ef ég ætlaði einhvern tímann að koma nálægt pólitík aftur, þá væri það til þess að vinna fyrir konur. Og svo þarna var nú verið að stofna rauðsokkarhreyfingu fyrir sunnan, ég var fyrir norðan, var þess vegna fjarri góðu gamni, fylgdist auðvitað mikið með, en var mikið að lesa sjálf, þá voru alltaf að koma þessar bækur eftir Gloria Steinem, Betty Friedan, German Greek og ekki Simone de Beauvoir. Þetta las ég allt bara á sinni minni einangrun fyrir norðan og þetta var meiri og meiri feministi við hvert einu leið. Og síðan var það auðvitað þegar því hitti þennan hóp kvenna sem að stofnaði svo kvennaframboð og kvennalista sem að ég fann minn pólitíska farveg og útrás fyrir minn feminism. Það má segja að ég hef fyrir pínu öfuga lefi þess að margar ungu konur að lýsa hérna. Ég fór frá sósíalisma til feminisma. Auðvitað eru margir snertifletir en mér fannst og finnst enn að þessi hugmyndafræði sem að sko var löngu tilbúið, hvort sem hún var til hægri eða vinstri, hún hafi verið upphugsuð af karlmönnum og fyrir karlmenn og það sé miklu frjórra að konur vinni algjörlega á sínum eigin forsendum og finna auðvitað snertifleti við margt annað. Það er ekkert að afgreiða, auðvitað eru feministar auðvitað fyrir félagslegt samfélag, mér finnst það bara líka í augum uppi, þó að sé ekki allar saman því, en þannig að það er auðvitað fullt af snertiflötum, en mér finnst hugmyndafræðilega eigin konur að þeim vegni betur á sínum eigin forsendum, það er að finna samstöðu á sínum eigin forsendum. Og ég hef svona haldið við það meira og minna að það sé okkur best borgið. Já, það er einhver feðraveldið er eitthvað að stýra þessar útsetningu, því að nú er Guðrún Ágústsdóttir dottin út. Nú, er það Svavar? Svavar hefur slagt á henni. Þegar ég var að hlusta á ykkur, þá eru þau aldar upp á svona róttakum heimilum og maður hugsa að byrju, þetta er bara eins og þetta er eins og auður, þetta færist á milli fjölskylda nú á engin úlingur eða ungt fólk á að gefna að kaupa húsnæði nema að fá stuðning frá foreldrum sínum og það er eins og þið komið allar með svona innegg frá foreldrum sínum að það hafi tekið sko kynslóðir það hafi tekið kynslóðir að byggja ykkur upp. Nei, mér langar aðeins að koma upp eins og ég kem ekki frá róttæku heimili í þeim skilningi. Það var gríðarlega mikið talað pólitík á heimilinu og talað bara mjög mikið bókmenntir og pólitík og allt mögulegt, en ég var aldrei alveg viss hvað foreldrar mínu kusu. En þeir studdu maður alltaf bara í því sem maður vildi gera sjálfur. Þannig að ég get ekki sagt að ég hafi komið svona frá sósíalísku heimili, það var ekki minn bakgrunnur. En þú ert ekki sósíalísk kannski? Það er fyrir eftir hvernig þú skilgreinir það. Eins og ég segi, það er óskaplega margir snertifleti finnst mér milli feminisma og sósíalisma og svona félagslegar hugsunar, en ég myndi aldrei ganga í flokk sem kenndist við sósíalisma af því að ég hreinlega mér finnst að konur þurfa að hafna þessum kerfum því þau eru hugsuð svo mikið, það þarf svo mikið að afbyggja í þeim til þess að konur finni sitt frelsi, finnst mér. Og þannig að það hefur ekki, hugur minn hefur stemt frá því, kannski leið yfir hana Guðrúnu þegar ég sagðist að það var gengið úr Alþýðubandalaginu. Ég var í yfirliði þá. Já, akkurat. Nú er Guðrún komin aftur og þá er eiginlega komið að þér að segja hvað gerði þig að pólitískt meðvitaða og að feminista. Ég held að ég sé nú dálítið öfundsjúk út í allar þessar konur sem eru aldar upp hjá sósíalistum, af því það var ekki mín veröld. En ég held að ég hafi fæðst svoleiðis og það fyrsta svona sem ég fór að hugsa það var misskipting auðsins. Ég kunni ekki það hugtak þá, heldur bara að fólk bjóði svo hrikalega mismunandi góð kjör. Ég er fædd 1947 og það er skömmu eftir stríð og það eru margir sem búa við hrikalegar aðstæður. Og ég gerði það ekki, en mér fannst þetta alveg ofboðslega óréttlátt.
En það er ekki í rauninni fyrir en ég kynnist rauðsokkahreyfingunni. Vorið 1970, þá ólétta barni númer 2, orðin 23 ára, sko, að þá fannst mér ég hafa verið að bíða eftir því alla ævi að kynnast svona baráttusamtökum og svona konum sem töldu að við værum misréttibeittar og við vorum tilbúnar til að gera í rauninni hvað sem var til þess að breyta samfélaginu til bóta aðalega fyrir konur og fyrir börn. Og þannig ég tók því fegins hendi þegar að ég var sem sagt innlimuð í rauðsokkahreyfinguna og ég er sósíalisti og það er ekkert með Alþýðubandalagið að gera þótt mér þykir mjög vænt það er löngu dáið. Og en mér þótti það skipta mig gífurlega miklu máli að vinna með konum sem voru full með réttlætiskenndina alveg á fullu eins og ég heyra til, eru þið líka með og það var eitthvað sem var leiðarljós í ykkar lífi. Og svo var það þessi gífurlega mikla samstaða með öðrum konum sem gerði það að verkum að maður gat gert allt mögulegt og maður got komið öllu mögulegu í verk. Til dæmis var hægt að halda svona kvennaverkfall eins og mér finnst nú fallegra orðheldurinn frí þarna 1975 með því að maður þurfti að vera með málamiðlanir og svona en bara að ná því, það var svo stórkostlegt fyrir utan alla litlu sigrana. En þar sem við vorum ennþá meira kúaðar þá en við erum núna og það var auðvitað óþolandi, við vorum kúaðar kynferðislega, bæði það að við vorum náttúrulega eins og við vitum allar, en það var líka þetta að við höfum ekki frelsi. Það var að vísu komin pilla en við höfum ekki sama frelsi og höfum það ekki enn eins og kallar. Það var feimnismál ef konur höfðu sofið hjá tveimur, Og það var þetta öll þessi veröld sem við vildum breyta og vildum hafa sömu tækifæri og svo allir aðrir og líka til menntunar og þessi samstaða okkar gerði það verkum að við breyttum í rauninni tíðarandanum töluvert mikið. Og sem sagt, ég var þarna sósíalisti og feministi og þá ég ætla að vera það þangað til í þeim. Elsabeet, ég ætla að pröfa að spyrja þig svipað og ég var að spyrja Þórhildum. Ég fæ svona tilfinninguna hvað tekur langan tíma að breyta samfélagi. Það er bara kynslóðir, nokkra kynslóðir sem þarf til þess að ná fram einhverju breytingu. Hvernig upplifir þú þetta? Já, Elísabet, ef ég má spyrja þig. Ég nefnilega, út af því að ég öfunda allar þessar konur svo mikið að hafa verið svo, þú veist, bara frá unga aldri alveg bara svakalega meðvitaðar, vegna þess að það er ekki það sem ég var. Ég var rosalega cool unglingur, ólíkt ykkur kvenréttindakonunum. Þetta finnst aldrei. En málið er nefnilega, mér finnst einmitt að því að ég ólst upp á vinstrisinnuðu heimili en það var ekki róttækt. Það var mikið talað um pólitík og svoleiðis en þú veist, það var engin feministi á mínu heimili, Það voru kannski bara jafnréttissinnar, Ég var rosa jafnréttissinni, þangað til ég var allt í einu feministi. Og þannig að þú veist, í rauninni þá ólst ég ekki upp í þessu róttæka umhverfi sem að mjög margar hafa upplifað. En á sama skapi þá var eins og róttæknin kæmi kannski frá mér. Ég var rosalega uppreisnargjarn krakki, en það er eins og réttlætiskenndin virðist einmitt hafa komið svolítið út frá því að fylgjast með, hvað er að gerast hjá öðru fólki. Þessi meðvitund var ekkit endilega að koma bara frá mínu nánasta umhverfi, það var að koma frá samfélaginu öllu. Og í rauninni, þegar ég var unglingur, þá var þetta byrjað að rúlla í rauninni að mörgu leyti. Það sem að við erum komin, mér finnst þau að núna séum við komin á eitthvað peak level af bara einhverju fokki í samfélaginu, sérstaklega eftir að vírusinn kom og bara svolítið valtaði yfir okkur. Þannig að það er eins og að núna séum við á einhverju tímamótum sem mér finnst eins og
mín svona hefur búið að vera að byggjast upp svona í gegnum mína ævi. Mér finnst það er eitthvað magnað í rauninni við það að ég hafi vaknað upp á þeim tíma sem ég vaknaði upp, því að þá gæti ég verið svolítið betur undirbúin undir þetta kannski. En já, ég get ekki sagt að ég hafi alvist upp róttæk. Ég var það bara. Ég er auðvitað kannski svona kynslóðir í kvennabaráttunni. Hildur Elisabeth sagðist hérna standa á öxlunum á þér. Stendur þú á öxlunum á öðrum risum? Já, hvort ég geri. Ég er með þráðura fyrir framan mig í þessum tiltekna þætti. Það er engin, ég held að sé alveg til slatti af konum sem standa á mínum öxlum og fleiri kvenna, en það sem við gerum í hvert einasta skipti sem kona eða hreyfing kvenna ákveður að bara ríða vaðið og nær athygli samfélagsins og tekst að einhvern veginn róta upp í þessu, þá hún er að kroppa aðeins í glerþakið eða múrvegginn sem er fyrir framan okkur. Og í hvert einasta skipti sem að konur eða hreyfing kvenna gera þetta, þá verður til farvegur. Það er alltaf auðveldara fyrir konurnar sem koma á eftir. Já, ég er svo sammála og mér finnst það er einmitt þessi farvegur sem að til dæmis þú byggðir fyrir mig, bara skilur, ef við tökum mig bara aftur sem dæmi, af því að auðvitað þarf þetta að vera mig. En það sem að, út af því að ég var svo ofboðslega, ég var svo mikið að reyna að vera ekki manneskja sem að tæki þátt í þessu. Mér langaði ekki að vera feminist, það var aldrei planið að vera feministi, skilur. Ég var alltof cool fyrir það. En leið og ég sá þetta, sem að var náttúrulega öllum þessum konum sem að koma undan mér að þakka, svo komst þú, Hildur, og varst með þetta bara, og það var svona eins og svona sandkornið sem fyllti þetta og eitthvað bara sprakk, skilurðu. Þannig að ég gat ekki hætt að sjá það, skilurðu. Þetta var pínu svona eins og að allt líf mitt var ég búin að sjá það sem aðra konur voru búin að gera, en ég var bara búin að afneita því. Það var auðvelt fyrir mig að segja, já, þú veist, kosningaréttur, big deal, skilurðu, allt þetta dæmi, þetta var svo sjálfsagt. En það var alltaf þetta, eins og þú, María Lilja, þú talaðir að þú veist, þegar þú allt í einu, skilurðu, breyttist líkaminn og þá fóru allir bara að láta eins og að þú væri bara eitthvað sem þau mættu snerta og ættu bara einhvern veginn, þú varst bara hlutur fyrir þau til þess að einhvern veginn bara notfæra sér. Að ég fann alveg fyrir því, en ég alltaf svona bæði því frá mér. Ég vildi aldrei horfast í augu við það. Þangað til að allt í einu, skilurðu, að vera svona eins og hvert og eitt einasta verk, allir brautriðutur, það þurfti allar til þess að ná mér svona across the line, skilurðu. Ég hugsaði sjálf mjög margar á svipuðum stað og ég var. Já, ég held nefnilega að þetta er mjög algengt. Ég held að þetta gildi alls ekki bara konur, heldur almennt hópa sem sæta einhvers konar jaðarsetningu eða kúgun. Það getur verið ofboðslega erfitt að horfast í augu við að þú tilheyrir hópi sem kúgaður. Og það er svo, sjálfsmyndin er mjög líkleg til þess að berjast gegn þeirri hugmynd. Hún vill að þú sért sigurvegari en ekki tapari. Já, að þú mátt ekki vera fórnarlamb, já. Nei, og þú veist, við sjáum þetta til dæmis í rannsóknum á reynslu kynlífsverkafólks sem er á meðan það er í því ströggli ofboðslega sátt við sitt hlutskipti í lífinu og losnar svo
við það hlutskipti fer að gera eitthvað annað og getur þá talað kúgunina og ofbeldið sem fylgir því. Þetta gildir bara hvaða jaðarsetta hóp sem það eru bara mjög mannlegar og eðlilegar hvatir sem liggja að baki því að líta björtum augum á aðstæðurnar sem þú ert í. Og það þarf einhverja svona rosalega óraunsæja, sturlaða baráttu huga eins og sumar okkar til þess að vaða bara í þetta og segja bara það verið að kúga mig. Ég ekki til í það, ég ætla að taka slaginn við það. Það ekki, auðvitað það ekki fyrir hvert sem ef það væri fyrir hvert sem þá væru jaðarsettir hópar ekki jaðarsettir. Þá væri við löngu búin að bylta öllu þessu kerfi, það voru konur löngu búin að taka yfir. Svo það líka það, mér langar að bæta við að ég líka í Tabú sem feministk fötlunarhreyfing, svo ég haldi því til að mér dettur í hug þá að tala þetta að sko þetta eins og með ofbeldið, komið í ljós í rannsóknum á ofbeldið gegn fötluðum konum, svo ég nefndi það síðast og svo ég segi það aftur að fatlaðar konur verða fyrir meira ofbeldi en ófatlaðar konur og verða líka fyrir meira ofbeldi en fatlaðar karlar. Að það og ofbeldið margs konar, það andlegt og líkamlegt og fjárhagslegt og stofnanatengt og já, bara af ýmsu toga, en það eru einmitt mjög algengt að fólk átti sig ekki á því fyrir það fær fræðsluna að þá opnast augun, já, heyrðu, ég er búin að lifa við ofbeldi, það af því að þú bara hefur ekki þekkt eitt annað, eins og fólk til dæmis sem hefur búið stóran hluta ævi sinni á stofnunum og til að taka sem dæmi, þá sem þú hefur ekki valdið verið eigin lífið og þú þarft að þú þarft að beygja þig eða haga þínu lífi eftir reglunum sem að gilda þarna. Það er sem sagt ekki notendastýrt, heldur þarf einstaklingurinn að laga sér reglunum og ýmislegt annað sem að fólk bara sem sagt það er svo vant að vera í þessari undirokuðu stöðu að það bara áttar sig ekki á því að þetta og þekkir ekkert annað og bara það er ekki fyrir að það hefur fengið fræðslu að það áttar sig á því og augun opnast sko að þetta sé ekki lagi, þetta sé ekki eðlilegt og þetta eigi ekki vera svona og þetta sé ofbeldi. Þetta var svona mér datt það í hug sko þú varst að tala um þetta. Ég held einmitt Þorbjörg að það sé svo mikilvægt að allt þetta samtal og öll þessi fræðsla hún fari einmitt svona fram á forsendum kvenna, sem sagt konur tala og miðla aftur til kvenna eins og hefur komið svolítið fram að við höfum allar einhverjar fyrirmyndir í okkar feminisma, einhverjar sem við lítum við og tengdum við og einhverjar sem sýndu okkur og kendu að þetta væri okkar hlutskipti sem konur í samfélaginu var ekki það væri bara þú veist við værum öllum alveg rétt háar öðru já þannig að ég held og að því sögðu þá held ég að það væri óbærslega gott að fá konur á erlendum uppruna hér við þetta sama borð af því að það vantar tilfinnanlega hér konur á erlendum uppruna og eins vantar hér brúnar og svartar konur af því að þetta er orðið svolítið svona þó að þetta sé yndislegur dásamlegur hópur og ég mjög stolt að tilheyra þá vantar okkur svolítið þá innsýn inn í feminisman við þetta rauða borð. Þannig að ég tek undir þetta með þér að sá hópur sem hefur það eiginlega hvað verst sérstaklega meðal aldraðra, það eru konur af erlendum uppruna. Það eru einangraðar, það eru fátækar, það eru tilheyra fátækasta hópnum hjá öldruðum og búa bara við, geta sumar hverjar búa við verulega erfiðar aðstæður. Það komið ekki í félagsstarfið sem fólkið, jafnaldrar þeirra af íslenskum uppruna hópast í. Og maður veit það að í hvert skipti sem einhver einangraður og einmana þá hættara við ofbeldi, svo við tökum það nú fyrir aftur. Og þetta sá hópur sem við eigum núna að einbeita okkur að sinna.
Og ég veit það því ég að vinna svolítið sem sko hjá Landssambandi eldri borgara að þetta að verða mjög mikið og stórt verkefni í samvinnu við Reykjavíkurborg. Þar til alveg hópur af mjög góðu fólki sem vil sinna þessu. En varðandi þetta með ofbeldið sem þú nefnir réttilega að fatlaðar konur verði mun meira fyrir en aðri, að þá erum við búin að tala mikið ofbeldi og það eins og við séum alltaf að tala í fyrsta skipti, það eins og þetta komist aldrei inn í hausinn á fólki, hvað þetta hræðilegur hlutur. Ég var að vinna í kvennaathvarfinu sem fræðslu- og kynningarfulltrúi í nokkur ár og það einhver mesta og besta reynsla sem ég upplifað. En það sem mér finnst vanta núna inn í þessa ofbeldisumræðu, það eru börnin. Börnin, það alltaf aðilar máls eru sá sem lemur, sem yfirleitt karlar, sá sem þolandi, sem yfirleitt konur og barnið einhvern veginn gleymist og ekki aðili að málinu. Og það vitað að öll börn sem upplifa ofbeldi eða sem sagt búa í ofbeldis umhverfi, að þau verða öll vör við það, þau skaðast öll af því. Og mér langar stundum svo til þess að við séum bara að tala það sem skiptir mestu máli að breyta. Eins og mér finnst þið allar vera að gera. Og þetta svona það sem eiginlega brennur mjög mikið á mér, þar sem að því maður sér í kringum sig allt mögulegt vera að gerast. Og þegar við reynum nú að komast út úr þessari kreppu sem við erum í og við förum að rífast auðæfin sem til eru, og þeir sterkustu munu náttúrulega reyna að hrifsa til sín allt eða eins mikið og þau geta, þá verðum við einhvern veginn að finna leið til þess að áður heldur en að þeir fara að hrifsa til sín auðæfin, þessi sterkastir eru, að finna leið til þess að einbeita okkur að því að klára það sem þarf að klára, að enginn verði út undan og að við byrjum á hópunum sem búa við verstu kjörin. Og það náttúrulega, það fátæktin, við þurfum að tryggja það að fólk eigi að borða og að búi í húsnæði þessar grunnþarfir og geti farið í skóla og búi ekki við ofbeldi. Þetta eiginlega, ég veit ekki eiginlega hvernig við eigum að búa til það samfélag. Við erum náttúrulega margar sósíalistar og það auðvitað fyrirmynd að einhvers konar kerfi til að úthluta auðamánum á réttlátan hátt. Þetta finnst mér skipta rosalega miklu máli núna og ég myndi vilja að við konur alveg hópuðumst saman og pössuðum upp á hvert annað. Við berum öll ábyrgð á samfélaginu. Ég alveg sammála þessu og mér finnst eiginlega ekki hægt að tala kvennabaráttu án þess að tala stéttabaráttu. Hins vegar finnst mér það hafa verið gegnumgangandi vandamál mína fullorðinsævi að fólk sem talar stéttabaráttu skilur kvennabaráttuna út undan. Já. En það ekki, kvennabarátta stéttabarátta. Auðvitað eigum við ofbeldi og fátækt ofbeldi, fátækt og einangrun eru stóru útistandandi vandamáli og konur þurfa að, ég veit ekki, mér langar bara að konur myndi með sér einhvern breiðan grunn til þess að díla við þau vandamál. Mér finnst líka samt í tengslu við þetta þá finnst mér eins og sé kannski aðeins meiri vitund og vakning núna eins og ef við horfum til svona flugfreyjufélagið. Mér finnst eins og þær í sínum málflutningi séu ofboðslega meðvitaðar að sú staða sem að fyrirtæki sem að þær eru að semja við eða virðist ekki vilja semja við þær er að sundra þeim og þeirra samstöðu og það ofboðslega kynjað hvernig þeir eru að gera það af því að þú veist það verður ekkert slitið úr því samhengi að þetta kvennastétt og það hvernig þær hafa bara sagt það berum orðum að þær sem konur, þær setti sig ekki við að þær eigi bara að taka hverju sem í þessu sem að þeim rétt og þær eigi bara að vera sætar og brúður og hætta að vera svona mikla frekjur og nú þurfa að bjarga þessu fyrirtæki okkur og þær séu ekki
að einhvern veginn lúfa fyrir því, það ofboðslega inspírerandi. Og þú veist, það bara sem sko stétt og í þessari sinni kjarabaráttu eru mjög inspírerandi og það lyginni líkast að fylgjast með framkomu fyrirtækisins sem á að heita að vera að semja við þær núna í þessari stöðu og afhjúpar svo sannarlega að það ekki allir þú veist, það ekki allir með því að ætla að koma út úr þessu sem gott samfélag. Sumir eru bara að passa upp á sig og sína. Sem einmitt nákvæmlega það sem Guðrún var að segja áðan. Þetta völdin vilja alltaf halda í völdin. Frekikallinn fer ekkert í burtu. Einmitt. Því fylgir bara ofbeldi og kúgun og áframhaldandi fátækt og ég tek svo innilega undir þetta flugfreyjur flugfreyja þessa dagana eitthvað það mest inspírerandi sem ég hef séð í langan tíma. Það svo gleðilegt að fylgjast með þessu og náttúrulega bara allar þessar glæsilegu konur sem eru að leiða verkalýðsbaráttuna á landinu í dag, sérstaklega fyrir hönd fátækra kvenna og láglauna kvennastétta. Þetta gefur mér svo mikla von. Og annað sem að gefa mér von í þessu sko allt þetta tala ólaunuðu vinnuna sem hefur færst í aukana síðustu ár vegna þess að þetta eitthvað sem ég hef ákveðna passion fyrir að það að fólk sem farið að ræða þetta og átta sig betur á allar þessari ólaunuðu vinnu sem ekki metin til launa og verið að tala miklu meira núna í ljósi þess ástand sem hefur ríkt, hverjir það sem eru að sinna heimakennslubarna og hverjir þeir sem eru að sinna börnum sem ekki komast í þá aðstoð sem það þarf, hvort sem það vegna þess að þau eru með fallanir eða langveik eða hvað það nú og sem eru að taka þessar byrðar sem að núna leggjast á herðarfólks í þessu ástandi. Umræðan bara miklu meiri hverju það eru og þú veist að það séu fyrst og fremst konur sem það náttúrulega sagan sína okkur að það er. Þannig að mér finnst að fólk sé meðvitaðir þetta vera óbúslega jákvætt og ég held að kannski næsta skrefi sé að bara reyna einhvern veginn að við líka einhvern veginn höfum að því þetta, mér langar að við höfum setjum þetta meira á borðið inn í okkar lífi, inn í okkar fjölskyldulífi, inn í okkar sambönd. Vegna þess að þetta getur verið óbúslega viðkvæmt og það ákveðin pressa að vera ekki einhvern veginn þegar maður að láta ástarsamband eða fjölskyldusamband ganga upp og ekki vera að tala leiðilega og erfiðu hlutina og bara reyna að láta hlutina ganga en hlutinni ganga náttúrulega ekki til lengdar ef það ójafnrétti og ójafnræði í samböndum, hvort sem það eru fjölskyldu eða ástarsamband eða hvað það nú er. Þannig að þetta algjör, þetta svo mikið bull að það megi ekki tala erfiðu hlutina og hvernig við erum að skipta með okkur verkum. Vegna þess að hver í alvörunni, hamingjusöm, þótt hún, reyni að líta björtuhliðina eins og erum alltaf verið að segja okkur að gera, ef að það ekki nógu mikil virðing í gangi til þess að sé hægt að skipta verkefninu jafnt. Þess vegna þarf að vera auðvelt að skilja. Á ekki að vera með endalausa sáttameðferði til dæmis jafnvel í ofbeldissamböndum, þar sem að kona verður að sitja og á móti ofbeldismanninum og þá að reyna að sætta þau og dæma þau til að sinna börnunum sínum jafnt. Þannig að við þurfum að breyta lögunum, að fólk gildi bara skilið eins og í Íslendingasögunum. Losa sig við erfiða maka og sérstaklega ofbeldismaka. Svo samanlega. Svona eðlilegra í samböndum, í upphafi sambands og í upphafi sambúðar að fólk hreinlega gerir með þessi sáttmála. Alveg svo það gerir þegar það byrjar inn í vinnu eða þegar það tekst á við einhvers konar hlutverk, ég meina þegar það fer og sækir nýjan bankareikning, þá þarf maður að skrifa undir ákveðin sáttmála og ég held að það væri bara ósköp eðlilegt við færum bara að líta á samlífi og inn á heimilum sem bara sáttmála jafnrétti.
Og fólk takir samtali og ræði forsendunar, fyrir á hvaða forsendum erum við að fara inn í þetta, erum við að fara inn á þeim forsendum að ég alltaf að gera, þessi verk og þú hefur aldrei að gera þau, og hvernig samþykkt ég það, allt í einu þú komið í þessi stöðu vegna þess að tókst ekki samtali. Og þetta bara hefur óbúslega mikil áhrif vegna þess að ólaunaða vinnan, hún tekur bara svo mikið tíma sem hefði getað farið í annað, hún getað farið í hvort sem það vinnutengdur frammi eða akademískur eða aktivismi. Og kvennabaráttan líður náttúrulega líka fyrir það. Og öll mannréttindabarátta, ef að fólk brennur út af því það að sinna allskyns ólaunuðum störfum sem að reyna líka á það mjög mikið andlega, þetta ekki metið til launa, það ekki, fólk fær ekki lífeyri þar leiðandi fyrir það vegna þess að lífeyriskerfið í Íslandi svo óbúslega miðað við launavinnu og þannig að fólk er að bíta nálinni með það að hafa staðið undir þeim skildum sem að það auðvitað hefur en ætti að geta deilt með fleirum og verið í þessu saman. Haldið þið ekki að fæðingarorlof feðra eigi þátt í að breyta þessu svolítið? Jú, alveg örugglega og maður hefur bara reynsla því og að það hefur haft góð áhrif en það dugir ekki til. Nei, það sem gerist er mikilvægur liður. Já, mjög mikilvægur liður. Það sem gerist það verður kannski sterkari tengsl milli barnsins og föðurins en svo náttúrulega lýkur fæðingarorlofinu og þá þarf maðurinn að vinna upp þar sem hann tapaði kannski og þá kemur ástríka eiginkonan sem sýnir umhyggju og umhyggjan sem hún sýnir tekur frá henni mjög mikið þrek sem hefði annars kannski farið í að hasla sig völl á vinnumarkaðnum eða einhvers staðar, listalífinu eða hvað sem er. Þórhildur, má ég benda þér á að þú ert með slökkt á mikrofóninu, ég sá að það reyna að grípa orðið, það er slökkt á mikrofóninu, þess vegna náður ekki orðinu. Já, þú finnur út úr þessu, hvernig það að gera það? Það er komið. Það er komið, ok. Já. Við langar aðeins bara að minna á núna, bara í framhald að sé þegar ég geti tekið undir heilvart af því sem við sagt að við reyna að vera ekki endurtakt það sem hinn er að segja, bara að lýsa á svona stuðningi við flest sem það er sagt. En ég vonið að hafi lesið greinina Berglindar Óskar í kjarnanum, ástarorkuna og umhyggjuorkuna. Og það var náttúrulega ekki lítil bara upplifun þegar Anna Guðrún Jónasdóttir sem er prófessor eða var prófessor í Svíþjóð kom fyrst fram með þessa kenningu, eða ég heyrði hana fyrst, já ég held að flestar hafi þá heyrt hana fyrst fyrir rúmu 30 árum. Það var bara eins og, wow, þetta hvaða fer mikil orka í þessi störf sem aldrei er rætt sem að skipti neinu máli. Og taka heilmikið frá konum, en þau gefa líka, við mögum ekki gleyma því, þau gefa líka. En það er mjög interessant að skoða þetta, ég er ekkert að segja að skúra gólfi, að setja í þvottavél og svona, það gefur ekkert mikla orku, en umhyggja og ást gefur orku. En mér langar að koma aðeins að þessu sem hann Gunnar sagði áðan með hvað þetta tækir langan tíma og svo framvegis. Að það er nefnilega annars vegar eru allir áfangasigrarnir og þeir skipta miklu máli, maður má aldrei gleyma hversdagsbaráttu kvenna en leið má heldur ekki missa sjónar á hinum stóru bæði ástæðum og markmiðum og það mun ekki taka neinar eina eða tvær eða þrjár kynslóðir, það tekur lengri tíma og við verðum að bara horfast í augu við það en ekki gefast upp gagnvart því, ef við hugsum bara menningu árþúsundana að þá erum við bara rétt gullland á yfirborðinu með svona rétt að gára vatnið efst en undir eru aldir af menningu sem hefur alltaf kúað konur og settar á þann stað sem að gerir þær að minni manneskjum. En nú langar maður að koma til sem Hildur sagði áðan, hún var að tala þetta að vera erfitt sem einstaklingur að viðurkenna maður að vera tapari. En að tilheyra þessum hópi, þetta er mjög, mjög áríðandi að konur ákveði að það séu ekki fórnarlömb, að það mæði mikið á þeim og það verði fyrir ýmsu, en ekki að skoða það sem fórnarlömb og hugsa sig alltaf sem gerendur í eigin lífi, líka til þess að mæta alls konar ofbeldi og yfirgangi. En einmitt vegna þessa er svo mikilvæg samstaðan, vegna þess að svo erfitt fyrir eina konu að stíga fram, konum er refsað mjög mikið. Alveg gríðarlega, þeim er refsað í orðið, þeim er refsað efnahagslega, þeim er refsað með ofbeldi, þannig að konur eru hræddar. Og þó við séum ekki að lifa í hræðslu hvern einasta dag, þá blundar hún í okkur öllum. Við vitum hver ein okkar að við getum alltaf átt að vona á einhvers konar ofbeldi eða refsingu.
en í skjóli fjöldans þá þorum við hvað sem og þá verðum við sterkar. Við erum svo veikar sem einstaklingar af því við erum í undirorkaðri kúandi ofbeldis með stöðu sem má búast við ofbeldi. Og þetta svo mikilvægt að konur átti sig á til þess að standa saman þvert á ýmislegt sem sko ekki úrslitaatriði. Úrslitaatriði það að við stöndum saman til að vinna að sameiginlegum markmiðum. Heyr. Það rosalega góð ræða. Mjög gott. Nei, við getum allar lagt eitthvað gott fyrir að. Ég hef svo sem ekkert mikið við að bæta þessi því að hafa verið að segja svona, við skulum segja bara hversdagslífið eða lífið í dag og svo það eru fátækar konur, fatlaðar konur, alls konar jaðarhópar. Ég hef engu við þetta að bæta, það er allt satt og rétt, en við megum heldur ekki láta sko annir dagsins vill okkur ofmikið sín. Og við megum heldur ekki fallið þá gryfju að hugsa svo mikið aðra að við hugsa mikið okkur sjálfar. Það finnst mér líka atriði. Já. Má ég aðeins taka? Við getum ekki hugsað aðra nema við hugsaum okkur sjálfar. En okkur menningin kennur okkur við eigum að hugsa aðra og við erum sjálfar að koma síðast. Og við verðum aðeins að við megum ekki láta þetta blinda okkur eða vill okkur of mikið sín. Að hugsa líka bara mig og minn hag og hvernig ég get deilt honum með öðrum konum. Já, við náttúrulega höfum líka allar setið undir því að í hvert skipti sem við gagnrýnum eitthvað sem fer úrskeiðis í okkar líf eða árásir sem við verðum fyrir, þá kemur einhver hlaupandi og segir, heyrðu, það eru svöng börnina í Afríku. Það er nákvæmlega þetta sem ég tala. Það alltaf, hægt að segja, við höfum það ólega gott á Íslandi miðað við aðrar konur. En það má ekki vera til þess að villa okkur sín, vegna þess að það við miklu dýpri hluti að fást. Og ég bara verð að segja, það situr, því að það vitum þannig til, fyrir ekki minnst á manni minn, hann að lesa núna fyrir Storytel, hann að lesa Heimskringlu, þannig að ég lifi dálítið með Heimskringlu þessa dagana. Svo fann ég nú upp á því sem jólalesningu að lesa ævisögu Stalins og dreif mig þaðan í ævisögu Napóleons og og síðan Cromwell og þannig að ég hræst mikið í sögunni og svo horfi ég á þessa kalla í dag og fyrirgefum að skuli þurfa að segja það eins og ekkert hafi breyst. Það sama ofbeldi, það sama stríðshugsunin, það sami yfirgangur, það sama ég hef rétt fyrir mér, ég skal drepa hvert sem ekki sammála mér, og ég get ekki fengið aðeins meira land, aðeins meira auðæfi, aðeins meira völd. Þetta hefur ekkert breyst og ég ætla bara að segja ykkur vísdómsorð sem einn góð vinkona mín sagði, hún sagði, kjarnorkan, hún ekkert hættuleg, það testostrónin sem hættulegt. Góður punktur. Mér finnst skipta máli að rifja upp það sem sagt var hérna í upphafi með það sem Hildur nú fræg fyrir, það karlar sem hata konur. Já. Og þegar ég að rifja upp svona hvernig þetta var í mínu ungdæmi hérna, að þá var þetta karlahatur á konum náttúrulega ekkert í umræðinni og kannski var það ekki heldur eins mikið því það aðalega þegar konur stíga fram og bara að hefta völd og þegar konur vilja láta hlusta á sig og fá opinber völd, þá ákveðin hópur karlar sem hatar konur sem vilja völd og líta niður að þær og vilja gera hvað sem til þess að halda þeim í skefjum. Og þessi kallar voru til þarna sem þú varst að nefna, Þórhildur, og þeir eru ennþá til, lifa góðu lífi. Þeir eru sterkustu, þeir eru þeir sem stjórn okkur. Já. Þeir eru ennþá þessi tegund af kallmennu, lítið á fullt af köllum sem eru leiðandi hlutverkum í heiminum í dag. Eða hvað finnst öllum þessum köllum sem safna til sem öllum þessum auðæfum? Hvað það annað en yfirgangur hins freka kallmanns? Það ekkert annað. Græn, frekja og yfirgangur. Aðeins eitt annað að ég að hugsa núna í þessu COVID-máli, öllu saman, að hvaða lönd eru það sem fara verst út úr málum hjá sér. Það eru Bandaríkin, það Bretland og það Brasilía, þessi 3 lönd, þar sem kallar ráða öllu
og frekir kallar, frægir frekir kallar á heimsmælikvarða, en það sem fólk vinnur eins og hér á Íslandi, samstaða, bera virðingu hvert fyrir öðru, það náum við mestum árangri. Og á sama tíma, Guðrún, fyrirgefðu, á sama tíma mega hjúkrunarkonur verða að berja sem eru búin að bera þetta á höndum sér allt saman. Þá mega þær berjast fyrir kjörum og þau vil ekki semja við þær. Já, mikið rosalega hlakka ég til þegar það verður samið við hjúkrunarfræðinga og það sko löngu orðið tímabært og líka flugfreyjur. Já, við rættum þetta mikið í síðasta þætti með þessar flottu konur sem leiða verkefnisbaráttunar hvað við erum allar stoltar að dáistan og sjáum árangur af því að þær eru konur að vinna fyrir konur. En það grátlegt núna þegar að við höfum séð það svoleiðis í verki bæði innan heilbrigðiskerfisins og utan, því við vorum allir sjálfboðaliðarnir sem sátu og hringdi í gamla fólki. Þetta voru allt konur sem fóru sem sjálfboðaliðar inn á dvalarheimili allt mögulegt. Það voru allt konur og svo náttúrulega sjúkraliðar og hjúkrunarkonurnar, allt konur og svo ekki hægt að borga þeim sæmileg laun. Það eitt sem mig langar Það verður gert. Ég trúi því að það verður gert. Það eitt í sambandi við kalla sem hata konur sem að mér finnst svo merkilegt sem að ég áttaði ekki á fyrir mörgum árum eftir að ég bjóð til þetta fræga endum albúm á sínum tíma. Germain Greer hóf kvengeldunginn á orðunum konur hafa ekki hugmyndum hversu mikið kallar hata þær. Já. Þetta bara fyrsta línan í þeirri frægu bók. Það sem hefur gerst síðan þá, það sem hefur breyst, að internetið kom og nú fá konur að vita, fá þau skilaboð beint í æð allan daginn hversu mikið kallar hata þær. Við fáum endalaust að finna fyrir því. Og það verið gaman að kannski bara að við hittumst einhvern tíma aftur við rauðaborðið að taka svolítið umræðu um þetta hugmyndafræði alltaf. Þá gríp ég orðið því að þetta alveg frábær, þá skulum við bara hittast aftur eftir viku og taka upp þessa umræðu vegna þess að tíminn eiginlega liðinn. Hún grunnumræða. Grunnumræða, reiknum bara með því að hittast aftur hérna á miðvikudaginn næstu viku. Ég hef lært mikið á að hlusta á ykkur, svona í fyrri helmingnum var þetta með miðaldana og svo var líka það þegar maður tilheyrir svona jaðarhópi sem þarf að berjast fyrir tilvist sinni, að þá ekki nóg að byggja á því sem aðra kynslóð hefði gert, þetta þarf maður raunverulega að vakna sjálfur til baráttu því að það baráttan svona tvískipt annars fyrir í samfélaginu og svo verður hver fyrir sig eiginlega að gangast við sér eða hvernig sem á orðan. Mér finnst frábært að hlusta á ykkur og ekki síður í seinni hlutunum þegar að þið fóruð að tala helvítis karlana og karla. Já, munum samt að við erum ekki alltaf að tala einstaklinga, við erum að tala kerfi. Við erum að muna það. Nema Cromwell og fleiri sem að þú nefndir. Já. Og ég nefndi náttúrulega ýmsa góða menni svo Trump og fleiri. Já, við skulum ekki Við skulum ekki láta neitt halda það að við séum eitthvað að veigra okkur við að nefna þau. Agnúastótt við hann, það fjarr okkur. En við ætlum að stefna því að hittast aftur hérna á miðvikudaginn næstu viku, vonandi verðum við allar þá. Og bara næsta árið alltaf á miðvikudögum. Já, og kannski verðum við að síðast heldum við að við getum haldið áfram til miðnættis. Kannski verður eitthvað endurskoða lengdina á þessu þáttum fyrir næsta tíma. En við sjáum til, á miðvikudaginn kemur þetta í ljós, en ég þakka fyrir því í kvöld, Elsabet Ýr Atladóttir, Guðrún Ágústsdóttir, Hildur Lillidal Vigfúsdóttir, María Lilja Þrastardóttir Kemp, Steinunn Rögnvaldsdóttir, Þorbera Fjölnisdóttir og Þórhildur Sólveigsdóttir. Takk hérlega fyrir að koma hingað, að því að nú nefnt að við rauðaborðið væru ekki innflytjendur konur eða brúnakonur. Það hafa bæði brúnakonur og innflytjendakonur setið við þetta rauðaborð, þó það sé ekki þessu þætti. Það til dæmis innflytjendakona sem verður hér á morgun. Veit ykkur til þess að fylgjast með þá. Hlustundur þakka ég fyrir að hlusta á þetta og við sjáumst bara aftur á morgun klukkan 8. Takk fyrir í kvöld.